Komið sæl. Í þessum fyrsta þætti ætla ég að segja ykkur í örstuttu máli frá góðum vini og samstarfsmanni sem nýlega látinn. Hann hét Sveinn M. Eiðsson og var búsettur í Borgarnesi mestallan hluta ævinnar. Sveinn var jarðsettur frá Borgarneskirkju fimmtudaginn 27. júlí síðastliðinn, 58 ára að aldri. Ég kynntist Sveini vorið 1979 þegar ég ferðaðist landið í leit að leikurum í kvikmyndina Óðal feðranna. Ég hefði fundið áhuga leikara í nánast öll hlutverk verksins nema eitt hlutverk kaupamannsins, sem fremur voðaverkið í myndinni. Í Borgarnesi fór fram leikprufa á leiksviði félagsheimilisins sem var þannig að sérhver meðlimur leikfélagsins sem hafði áhuga kom upp á sviðið og ég reyndi að leika á móti viðkomandi og svona spinna eftir því sem tilefni var til. Ég stóð á sviðinu, ljósið frá köstrunum, skar í augun og ég sá ekki þá sem voru mættir til pröfu og sátu í myrkrinu í salnum. Ég hafði ekki fyrr en þeir birtust á sviðinu. Þarna kom margt hæfileikaríkt fólk sem lék síðar í myndinni. Eftir langar og stífar pröfur virtist listin yfir þáttakendur tæmdur. En fyrir einhver svona rælni þá kallaði ég út í salinn og spurði hvort einhver væri eftir. Ekkert svar og ég varð ekki var við að neitt gæfi merki og fór að taka til dótið mitt. Þá hnippti einhver í mig og sagði, hann Sveinn hérna út í sal og ég veit að hann langar mikið til að vera með. Á ég hann. Ég hafði nú ekki heyrt minnst sérstaklega neitt Svein og fann skrítið að ná þyrfti í leikara sem vildi vera með, að hann gæfi sig ekki fram þegar eftir væri kallað. En allt í einu stóð á sviðinu maður á slitinu ullapeysu og horfði á mig að mér virtist ögn skelkaður. Það er nú þannig að stundum upplifir maður augnablik eins og fyrir einhverja náð í listinni eða handleiðslu. Þetta var eitt af þeim augnablikum og mun seint hverfa mér minni. Ég vissi leið að þetta var leikarinn sem ég vantaði. Hlutverk Sveins í Óðali feðranna var ekki öfundsvert og þurfti bæði hugrekki og innsæi til að leika það. Það var hlutverk misyndismanns sem vakti fuss meðal áhorfenda þegar hann birtist í bíóinu á hvítatjaldinu á upplituðum nærbuxum einum fata. Það er kannski rétt að skýra frá því að nærbuxurnar sem Sveinn var í voru látnar liggja í dökku tevatni nóttina fyrir upptöku. Sænska pressan sem skrifaði meira leik Sveins en annað í þessari mynd nefndi Svein sérstaklega kalsongmanninn sem útleggja mætti á íslensku sem nærbrókarmanninn. Svo hugleikinn var þeim leikur Sveins. Flestir gagnrýnendur þar í landi luku upp einum rómi að Sveinn hefði skapað ógleymanlega karakter og léki af mikilli nákvæmni og einstöku jafnvægi í svo ógeðfelldu hlutverki. Þú ert að norðan. En kannski það andlit Sveins sem gerir hann hvað eftirminnilegastan. Stórskorið og gróft, en leið lágu tilfinningarnar svo grunnt undir húðinni að sérhver viðbrögð og hugsun skiluðu sér beint yfir á tjaldið. Það var nú hann Bensi í bænum sem bað mig að vera hérna í vetur. Hlutverk Sveins í þeim myndum sem ég gerði eftir Óðal feðranna urðu mörg, en minnisstæðastur verður hann mér þegar hann lék varðmann Eiríks Flosa Ólafssonar í Hrafninn flýgur. Varðmaðurinn vegur svikarann Þráinn Karlsson fyrir mistök vegna þess að hann misskilur skipanir Eiríks. Þetta víg lék Sveinn þannig með einu augnkasti að allur díalóg handritsins varð óþarfur. Ég held ég hafi gert alla nokkra mynd þar sem honum bregður ekki fyrir í stóru eða litlu hlutverki. Í Skuggar hafsins lék hann þræl, í Hvíta víkingnum Völund smið og í Myrkra höfðingjanum drukkinn brennumann. En Sveinn átti til margar hliðar sem leikari, þótt oftast hafi hann verið í nokkuð afgerandi gervi og fornum búningi. En hann gat líka leikið nútíma listamanns spíru með alpahúfu.
Skrítinn kall. Skrítinn kall. Það var Sveinn á sinn hátt, en erum við ekki öll eitthvað meira og minna skrítinn. Og kannski það einmitt það sem gerir lífið hvað skemmtilegast. Ég geymi í minningunni mynd af Sveini. Manni með stórar hendur og stórt hjarta. Stundum ögn uppátækjasömum en viðkvæmum og ljúfum við nánari kynni. Hann hafði ótvíræðan listrænan hæfileika og þær eru ekki svo ófáar eftir hann vísurnar sem hann skildi eftir á bréfmiðum hér og þar. Ég slæ botninn í þetta mál með vísu eftir þennan sérstæða borgnesing sem skrifaði nafnið sitt helst SV og svo tölustafinn 1. Sveinn. Eftir nokkurt fum og flangs. Fólkið það lesi, ekki verð ég ör til gangs upp í Borgarnesi.